Velkomin á Vesturlandið. Í kvöld ætlum við að þvælast með ykkur nesið og hitta alls konar fólk í alls konar tónlist. Gjörið svo vel og njótið. Tónlistarhátíðin Durgurinn sem haldin á Langaholti á Snæfellsnesi orðin árviss viðburður páskana. Okkur lék forvitni á að vita hvaðan hugmyndin að hátíðinni væri komin. Gefum Kela og Rúnu orðið. Þeir nú heldur betur búin að stekka við ykkur? Já, við stekkuðum semst 20 herbyggi og nýtt lobby og nýja setustofu. Helming stekkun á herbyggjum. Hvað þið komin í mörg herbyggi? 40. 40 herbyggi. Þetta væntanlega gert allt út á Durginum, bara til að geta hýst stóra hátíð. Já, þetta svo skemmtilegt fólk sem kemur að maður verður að eiga nóg pláss. Pláss, já, akkurat. Tónlistarhátíðin Durgurinn. Það eru skýringar. Hvað þið búin að halda á þessa hátíð oft? Vá, hann rosa flottur. Við munum það ekki alveg. Svona, við syngur og svona. Já, vá. Við minnir þetta að við byrjað 2000 og... Sjáðu. Steinn. Ég man það bara ekki hvernig við byrjum á þessu. Durgurinn svolítið svona orðin eins og svona bara, já, svona reunion eða ættamót. Það svona fólk kemur aftur og aftur og þetta bara svo gaman þegar að gamlu poppararnir okkar koma og maður fær svo fallegt knús og það svo mikil hamingja bara í húsinu. Út á hvað gengur tónlistarhátíðin Durgurinn? Sko, í prinsipinu þá byrjaði þetta þannig að þegar ég fekk 4. neyið að fá að spila og aldrei fór í suður, sem tónlistarhátíð alþýðunnar, mjög gott framtak og skemmtilegt. Þá var ég náttúrulega öskufúll, svo leit ég í kringum mig og ekkert að gera yfir páskana og bara, akkur í helvítinu gerir maður þetta ekki bara sjálfur. Og það sem sagt, það eru nokkur prinsip að þetta ekki þekktar hljómsveitir og ekki þekkt nöfn og það eiginlega bannað að þeir séu frægir. En það var gerð fráviksregla eitt árið þegar Pollock-bræðurnir komu. Þeir máttu hafa verið frægir einu sinni. en það ekki svona stór númer, skilur. Það ekki, þetta bara að við erum að sem sagt, svona upphefja það, þá sem að gera eitthvað skemmtilegt, sér til gamans og öðrum, í þessu svona, í þessum hugsjónanda. Þetta ekki peningahátíð, þeir fá ekki borgað hjá mér, þeir fá gistingu, fá kannski snafs og þeir fá að vel að borða og svo bara spilað og djammað og ég veit aldrei almennilega hverjir koma og ég veit ekki hvað þeir eru að spila og nöfnin á hljómsveitunum yfirleitt eitthvað sem að gef ekki skyn hvað þeir eru og þeir sem að mæta gestirnir, þeir hafa ekki hugmynd það heldur. Og það hefur komið upp og það kannski kór, svo rapparar, svo bluesljómsveit, svo einhver trúbátor og eftir og svo endar með einhverju þjóðlagagauli. Og allir kátir sko og allir aldurshópar og allt. Það svolítið sérstæðan, það breiður hópur sem kemur. Já, og af því að sko, það ekki verið að eitthvað að segja að þetta þungarokkshátíð, blueshátíð, þjóðlagahátíð eða eitthvað svoleiðis. Þetta bara tónlistarhátíð og ef að menn vilja bara stíga fram og já, mér langar til að spila, það bara já, komdu. Það kannski, það sögulegast í þessu þegar að ég fekk einmitt símtal samdægurs á föstudeginum fyrir nokkrum árum. Heyrðu, ég hérna á vinkonum mín, megum við koma á og spila og við erum með svolítið efni og ég sagði bara komið þið. Svo voru þau 2 og trommari var bætt við sem var í salnum og það hljómsveit 3 sem að helsta vonarstjarna okkar Snæfellinga í dag. Nú plata á leiðinni og þannig að ég pabbi hljómsveitarinnar 3. Eða Durgurinn pabbinn. Það sem mér finnst líka svolítið skemmtilegt að þegar þú byrjar þá lítið að gera páska. Já. Nú blaðið búið að snúast heldur betur við. Jú. Og brjálega að gera, en þú heldur ennþá í þetta. Þú ert ekki að kasta þessu á... Já, þetta þetta eitthvað sem við fundum upp á. Þetta líka fyrir okkur á mig, þetta svolítið sáluhjálpar atriði að minna mann á
sko ég tilheyrði þessari tónlistarsenu einu sinni, ég er orðinn miklu latari í dag heldur en áður að gera eitthvað í músík, en það er svona aðeins fyrir að gefa tilbaka og það er verið að brydda upp á breytingum í tilverunni okkar hérna. Það er ekkert rosalega mikil fjölbreytni í því þó komi nýjir og nýjir túristar daginn út og inn, þeir eru svona hver öðru líkur svolítið, en þarna kemur bara allt annar hópur og þetta eru sem sagt tónlistarmennirnir og þeir sem að hafa áhuga á tónlistarmennum og fólk úr nágrenninu sem kemur til að njóta og þetta er algjör kúvending frá hinum klassíska ferðamanni sem við erum að fást við hérna mest á öðrum tíma. Og þetta eru núna orðið 3 hátíðir á ári sem að voru fundnar upp í gamla daga þegar ég hafði ekkert að gera í veturinn. Það er sem sagt Durgurinn, tónlistarhátíðin, Villibráðaveisla ein og Bjúgnahátíð. Og ég held í þetta til þess að svona segja ég er ennþá sveitamaður. Já, þó þeir eru að loka á meðan og tapar jafnvel einhverjum pening á því. Þó að ég loki á þessa hefðbundnu, það er ekki lokað en það er lokað á svona þessar hefðbundnu ferðaskrifstofubókanir og það og fylli húsið af öðruvísi fólki og þetta er ekki gróðabrall og ég lít þannig á tónlist, hún er mitt áhugamál og þetta er svona áhugamál sem að daðrar við í og fyrir mér er prinsippatriði gagnvart sjálfum mér og þá er ekki að gera lítið úr atvinnumönnum að það er ekki peningar í tónlist fyrir mér. Ég vinn við annað og þetta má ekki verða að vinna. Það er búið að stela pínlítið úr í töfrunum svona og það fylgir því líka mikið frelsi að vera með eins og svona, það kostar ekkert inn á dörgin og það er sko ástæðan fyrir því að þeim er ekki borgað eða svoleiðis, þetta er bara svona frítt að það er líka sko einhvern veginn að það er líka mikið frelsi í því að segja þetta þarf ekki að skila svo sem miklu peningum. Það þarf ekki stórstjörnu til að trekkja, það þarf ekki þennan fræga, það þarf ekki allt það. Ég þarf ekki að fá 100 manns, ég þarf ekki bara gerum þetta 100 skemmtilegt og það er niðurstaðan sko. Í gegnum tíðina hafa alveg ótrúlega þetta fólk komið hérna og spilað margir sem ég vissi ekki ættu að til að semja svona eða menn sýnda sér ólíka hliðar og sumt eru áratuga gamlar hljómsveitir, sumt eru eitthvað sem stofnað daginn áður. Núna er að koma til dæmis til mín hljómsveit sem sagði mér áðan að var hugsa að spila bara músík rock eftir stríðsárana. Það hef ég ekki gert áður, það er spennandi. Það hljómar spennandi, þetta eru svona eldri menn sko, svona, þú veist, 60 pluss kannski, svona kyntröll og svo er þetta bara allur grauturinn. Einhverjir rapparar ætla að koma og ég veit ekkert hvað þeir ætla að gera og bara spennandi að bíða og sjá. Já, ég ætla bara að reyna að sjá til þess að sæmilegt sánd og þeir verið sattir og geti sofið og Sattir, hitt áhugamálið þitt, hvað erum við með hérna fyrir framan okkur? Þetta er bara lúða. Já, bara lúða. Já. Hvernig, segðu mér eitthvað meira hana hérna? Ekkert hana að segja, það er ekkert búið að gera við hana. Nei. Þetta er bara sashimi og bara lúða og soja og engifer. Japanskt svona sko, ruglað sama við sushi, sashimi, þetta er svona hluta því. Og hérna, þú... Haft bara með engifer og wasabi og gúrka hérna með. Hvað hérna, þú ert svolítið að fikta með svona sérstaklega sjávarfanga, það ég rétt að mér? Jú. Eða alls konar kannski? Jú. Það er nú þannig að nú er ég búinn að vera hérna í 11 ár með þetta, foreldrar mínu voru áður og það var bara þarna seint á seinustu öld að þá bara stóð þannig á að ég bara steig út úr vörubílnum eða vinnuvélinni að þú veist ég var alltaf að vinna í því, fór bara að vinna hjá mömmu og hún fór að reyna að kenna mér að elda og það kom í ljós að
að þetta átti ágætlega við mig að stúsast í mat. Ég er ekki menntaður eða neitt og... Alveg rétt, þú varst svolítið þú varst vélakall hérna, Ég bara, já. Atvinnubílstjóri eða eitthvað? Já, ég er bara mótorhaus, sko. Já. Það er ekkert, en þú veist, allur heimurinn þarf að borða 3 á dag og það elda allir og það er ekki neinn eldflög vísindi að elda, en hafi maður áhuga á því, maður þarf að borða, hafi maður svo áhuga á því hráefninni kringum hann, að þá er þetta bara auðveldast í heimi, sko. Þetta er bara ekkert mál. Bara svo sturta hlassi í gryfju? Já, sko eins og þetta, þú veist, maður bara tekur lúðu, flakar hana, sker niður, sojasósa fæst út í búð, engin fyrir fæst og eitthvað og allt í einu maður kom með eitthvað sem er talið alveg svakalega merkilegt. Hljómsveitina Astrón skipa 4 ungmenni af Snæfellsnesi. Þau kynntust í gegnum námsitt í Fjölbrautaskóla Snæfellinga í Grundarfirði. Nýverið tóku þau þátt í músíktilraunum. Þau semja efnið og lögin sjálf og leggja áherslu á laglínurnar. Við náðum þeim á stuttri æfingu í tónlistaskólanum í Grundarfirði. Astrón. Hvað þýðir Astrón? Astrón er bara nafnið á einhverju viftu í æfingarhúsnæðinu á Hellisandi, í restinni. Við vorum að rífast nafnið, svo kom gítarleikarinn og sagði bara tökum bara Astrón. Og við bara, já. Ok, leita hann bara upp í loftið og fekk hugljóminn? Ja, þetta er eitthvað svona lítil vifta. Eitthvað svona stendur límið á, eða þú veist, Astrón á límið á. En þú vissir ekki hvað hljómsveitin, hvaðan þetta nafn væri komið? Jú, ég fann þetta nafn. Þú fannst þetta nafn? Já. Þú berð ábyrgð á nafninu? Ég ber ábyrgð á nafninu. Já, ok. Hvað, segðu okkur þá, hvernig í ósköpunum, ég var nefnilega að reyna að googla þetta hérna á leiðinu og eitthvað svona, hvaða djúpa merking liggja baki? Já, sko, við áttum að spila einhvers staðar á 17. júní eitthvað og voru að spyrja okkur hvað hljómsveitin héti og við vorum ekki með nafn og það er svona vifta sem trommuleikari notar alltaf og stendur Astrón á henni og við bara vorum eitthvað að rífast nöfn og ég benti bara á þetta á bara ákveðið. Ég er svolítið ánægð með svona nafngiftir og svona hjá okkur. Þú er tiltölulega nýbúin að frétta það að hljómsveitin heitir í höfuð á viftu sem ég nota, mjög þægileg vifta sko. Já. Ég finn bara svona, þú veist, orkuna, Astrón orkuna sem kemur úr þessa viftu á mig og nýti hana til að spila. Og hugsa vel hana, reynir að hlúa að henni. Mér skildist að hún hafi fengið fyrir eitthvað slæma meðferð. Já, sko, ég kom bara eina æfinguna og þá var hún bara öll í njaski. Ég spurði hvað gerðist og það var bara, ég fékk ekkert úr því. Engin svarað því? Nei, hún var einu sinni í mjög góðu standi sko, svona járngrind utan hana og eitthvað svona, en núna er hún bara í algjöru rugli sko. Ertu að segja mér það að þið séu búin að eyðileggja viftuna sem að hljómsveitinni skýrði höfuð á? Hún virkar ennþá, en hún er ennþá svona, hún er orðið svolítið slöpp. Ef við förum þá í málmálana, viftumálið. Já. Astrón. Já. Vifta. Ég var að heyra því fyrsta skipti núna í þessu viðtali. Hvernig leið þér á þann? Við tókum viðtal hérna við og þú komst að hljómsveitin væri skýrð í höfuð á viftu. Það var svolítið spes. Það var svolítið spes? Já. Ertu eitthvað sem að hætta í þessu? Nei. Aldrei ekki. Nei. It feels so fine in your hair, still sad cup. Take my hand at the beach we walk always. Þú kemur með flesta texta eða alla texta með... Núna erum við byrjuð að blanda þeim saman en fyrst verða bara ég. Já. Og varstu þá að semja bæði laglínurnar og textana? Ég samdi laglínurnar og textana og svo var restin bara að gera sitt. Eða þú veist, búa til sína gítarútgáfu og svona. Já, þannig að þeir sem eru með þér í bandinu, að þeir settu svona meira kjöt á beinin í laglínu. Hvað er það svona helst sem maður þarf að hugsa þegar maður er í svona bandi? Það er eiginlega bara að æfa og finna tíma til þess að æfa. Þið komið hvaðan? Ólafsvík, Stykkishólmi, já, og Hellsandi. En kynntust hér í Grundarfirði? Já, út af framhaldsskólanum. Við kynntumst í Stórsveit Snæfellsnes, held ég að þetta er, já, big band og þá bara vorum við eftir og vorum eitthvað að spila og vorum bara, vá, hann er góður, tökum hann með inn, svona. Hvað er skemmtilegast við þetta? Það er eiginlega bara að koma fram og hafa gaman á sviðinu og svona fá að hvernig sé bara expressja einhvern veginn þannig. Já, tjá sig. Já, tjá sig. Þú ert trommari. Ég er trimmer sem sagt. Það er svolítið skemmtileg saga. Ég var víst skrifaður inn sem trimmer í öllum
öllum fréttamiðlum og í músíktilraunum var ég skráð sem trimmer út af skemmtilegri stafsendingavillu sem gítarleikarinn okkar gerði. Og skráðist þeim sem trimmer? Já, trimmer. Ætlarðu að halda því? Ég ætla að halda því sko, ég er trimmer sko. Nú horfum við á raukutrommarana og þetta eru svolítið margir fletir sem þið þurfum að berja á. Já. Er þetta ekki svolítið mikið nám og mikið vesen eitthvað? Hvernig tekst þér alltaf að vera? Já, sko, það kemur með æfingunni. Ég er búinn að vera námi á trommur í 11 ár, sko. Ok. Og svona þarf til að þróa heila fyrir hvern einasta útlim, sko. Til þess að láta hann svona hugsa sjálfstætt svolítið. Sjálfstæða hugsun í alla... Já, og fyrst þegar þú byrjar þá viltu svolítið vera, þú veist, með allir útlimi gera sama hlutin, sko. Eru allir með svipaðan tónlistarsmekk í hljómsveitinni? Nei, ekki alveg. Vinnur það með ykkur eða móti ykkur? Með okkur bara, bara blöndum við þessu svolítið saman. Við erum að gera eitthvað flott úr þessu öllu. Ertu eitthvað að semja líka? Aðeins heima bara, sjálfur. Já. Raftónlist aðalega. Já, ekki inn í þetta, ekki inn í þessa? Ekki mikið, til dæla en ég byrjaði hérna, þannig að ég vil samt í trompet, melodí og annað lagi og okkur og svona. Fyrir svona ofboðslegan ból eins og mig að þá er trompet... Nei, það er ekki svona. Jú, nei. Já, með þrem, svona. Svona. Má ég heyra eitthvað góðan tón í þessu? Hvað, hérna... Hvað þetta er? Hvað getur þú gert? Einhvern veginn svona. Langaðir að læra á þetta? Var þetta draumurinn? Já, en samt spila eitthvað fallegra heldur en þetta samt, sko. Snildaði það? Já. Hérna, hvað er það skemmtilegasta við að spila í svona bandi? Koma fram. Já, tónleikarnir sjálfir. Já. Er þetta ekkert erfitt að, þú veist, bara skynja hvað hinnir eru að gera og reyna að gera þitt í takt og svona, eru það alltaf í takt? Nei. Nei. Og hvað gerir þið þá? Skammaðu bara. Já. Nei. Það bara reddaði einhvern veginn. Þú veist, ef ég bara ég hef ekki verið í hljómsveit, eins og kannski heyrist á þessum fáránlegu spurningum sem þið eruð að fá. Hvað er það helsta sem þið þurfa að hugsa út í? Bara að vera í takt og allir heyri í öllum og já, ég eiginlega veit það ekki, sko. Hvað? Þetta er þá átt á því? Já. Hver væri draumurinn? Draumurinn væri bara, þú veist, að fara alla leið þar sem ég get bara sittið með kampavín í hendinni einhvern tímann bara, þú veist, og við erum bara að hugsa svona, við þurfum að gera aðra plötu. Nei, það er bara, þú veist, allan að fólk hlusti á okkur og, þú veist, að fólk finnust við þetta verður góð tónlist. Þannig að þið reyna að hittast að því að þið eru hérna úr nokkrum bæjarfélögum og eitthvað og tengingin er Grundarfjörður. Já. Þannig að þið eru á öllum þessum stöðum að hittast og æfa. Þetta er eiginlega bara eftir hver á meiri bensinbeining. Já. Farið þið stundum á puttanum á milli? Nei, það er svo mikið vesen, við erum svo mikið dót, sko. Já, auðvitað. Rándýrt dót í töskum. Já. Ef ég væri að halda hátíð núna, einhverja veislu eða hátíð eitthvað svona og ætlaði að bóka ykkur, hvernig verði ég bara að leita að ykkur á nesinu eða hvernig get ég haft upp á okkur? Það er nú hægt að banka upp hjá okkur, en við erum með Facebook-síðu sem heitir Astrón og Astrón, annarkvort hljómsveiti Astrón, við erum ennþá í bígerð svolítið. Er engin hægt að maður endi inn á viftusölu eitthvað staðar í Hollandi eða eitthvað? Jú, við skulum passa að vera með mynd af okkur, svo það er ekki hægt að ruglast. Jú, vil ég ekki bara koma við í hátíðina og fá okkur fisk með okkur mömmu, var svarið þegar við leituðumst eftir því að taka Jón Torfa tali. Og Jón Torfi bauð vissulega upp á steiktan fisk. Fisk sem að veitir sjálfur á ströndunum. Og það er heldur ekki ólíklegt þannig að við hendi nokkra lagbúta á meðan á veiðunum stóð. Hvað segirðu, hvað erum við að gera? Við erum að gera hérna sinnepsmajónes. Sinnepsmajónes, ok. Ég sé að þú dæs að setja smá auka bragð hérna í svona klassíska steikta fisk. Hvað er þetta, þorskur? Já, þetta er þorskur. Þetta eru undirmálsþettir af ströndunum. Og þetta er bara svona jafn mikið chili og engifer og hvítlauk. Ok. Og svo leyfum við þess að baða sig í brennandi heitu smjöri. Hljóma vel. Þú veitir hennar fisk sjálfur? Já, ég er búinn að vera á strandveiðum síðustu sömur. Eða síðustu 5 ár og nú síðustu 2 á norðurfirði á ströndum. Ertu með bát? Já. Veistu hvað hann heitir? Nei. Torfi. Torfi. Sjálfhverfi trillugallinn. Ok. Það er bara fallegt nafn. Það er ekkert, okkur ekki að nota það bara eins og ofta hægt er. Já. Langaði mér átti bát sem hétt Torfi. Ok. Þannig að þú útskýrðir höfuðið á
Ég... Ef ekki að fá skýringar á þessu, hann skýrður í höfuð á bátnum hjá afa sínum. Já. Já, þá veistu það, nú veistu það. Já, það er ágætan búinn. Já. Myndirðu skilgreina þig sem sjómann eða tónlistarmann? Kannski bara bæði. Er ekki allir tónlistamenn að gera eitthvað annað líka? Eða margir allavega. Sennilega. Þú ert í hljómsveitinni 3. Já. Hvernig byrjaði tónlistin? Hvernig kom hún inn í lífið? Hjá mér þá eiginlega bara svona, það bara gerðist einhvern veginn. Án þess að ég planaði það neitt. Bara fór að vera til lög svona gegnum árin og svo kynntist ég góðu fólki. Henni Sigurbjörgu sem að spila með mér. Hún spilar á kontrabassa. Og svo náðu að ljúga okkur inn á tónlistarhátíð hérna fyrir sunnan fjall á Langaholti. Og hérna sem 3, þó við værum bara 2 þá. Hétu þið samt 3? Já, þetta var algjör steik sko. Þar hittu Þórdísi, trommara, sem fekk að spila með okkur 2 lög í soundchecki og svo bara voru tónleikar á kvöldi. Og við höfum verið að spila saman síðan. Og þið hefði náð bara ansi langt, og ekki að hræri í þessu hérna meðan að við erum að tala saman. Já, þetta er eitthvað svona, við setjum hérna olíu í þetta svo við brennum ekki allt smjörið. Já, blandar það saman. Já. Brennur það þá ekki? Það brennur það síður. Já. Hvað hérna, varstu í Tónó hérna í Stykkishólmi? Já, já. Hvað, Tónó sagði ég núna, af því að þið hólmarar eru ótrúlega gjarnir á að setja óa eftir hlutum, eða ekki? Jú, við gerum það. Er það ekki rétt hjá mér? Það er alveg Benzo og Tónó og Speedo og Kvenfó og ég veit ekki. Og kallið þið ekki líka Grundó og það er Grundarfjörður og Óló er Ólafsvík? Óló, nei, hef ég aldrei heyrt. Hefur ekki heyrt? Nei. Ok, það er nýtt. Núna, byrjum Óló. Hvað er hljómsveitin 3 að gera sér? Þið eru orðin bara, hvað ég segja, landstækt og reyna... Það hljómar rosa vel. Já, það hljómar, þið eru orðin landstækt. Hvað hérna, þið eru komið fullt af lögum. Já, við erum... Í hellingsspilun líka, ég hef heyrt það. Já, við fengum svolítið að spilun hérna fyrst þegar við ætluðum að vera fræg, þegar við fórum í upptökuverð og hérna... Og vorum að taka upp plötu sem er loksins að koma út núna ef vor. Já. Hvað heitir hún? Hún heitir Allt er þegar 3 er. Allt er þegar 3 er? Þessi snillingar eru þið, já. Og hérna, og hvernig plata er þetta, myndir þú segja? Þetta er svona frumpolki. Nei, ég veit ekki. Þetta er svona folktónlist einhvers konar. En sástu, ég ætlaði að reyna að spila með frumpolki, bara, já. Það er bara bull, sko. Ég veit ekki svo hvort þessi dil. Já, ok. Þetta er bara lög sem við höfum gaman að spila, sem að ég hefum samið þið flest. Og já. Hefur þú samið þið flest? Já. Ok. Já, það hefur einhvern veginn svona virkað þannig að í þessari hljómsveit, því að við æfum aldrei eiginlega, þá spilum við bara það sem er tilbúið þegar við hittumst. Spilar á öll hljóðfæri? Nei. Ég spila aðalega á gítar og langmest, nánast eingöngu á gítar í þessari hljómsveit. En svona áður þá spilaði ég á trompet, í lúðrasveit og svona, í lúðró. Já. Ég er að reyna að sjá fyrir mér svona þitt daglega líf. Þú ert á sjó og síðan í þessari hljómsveit. Hvenær hefur þið tíma til að semja lögin? Bara þegar þú ert að afgreiða þessu undirmálstitti eða hvernig? Já, það hefur stundum verið þannig, sko. Meðan ég var á fiskibátunum, þá var þetta oft bara svona, nokkur lög urðu til bara borð og bara í kóju, sko. Á einhverju línudalli í Grindavík. Eða á Bíldseini hérna sem er svona línubátur í Hólminum. Bara svona á frívaktin heila og bara svona hér og þar, sko. Hvað er framundan hjá 3? Þessi plata? Já, sko, ég á von á að senda bara plötuna frá mér í framleiðslu í dag eða morgun. Þannig að þá kemur geisladiskur eftir svona 2 vikur og vínilplata eftir 6 vikur eða svoleiðis. En síðan erum við að fara að spila, við erum að fara að spila okkar árlegu tónleika sem við vissum aldrei af, sem er í Langaholti hjá Kela og Rúnu. Fæðingarstað ykkar? Fæðingarstað okkar, á Durginum. Og það er núna páskahelgina.
Þetta alveg sannkallaða durgur hérna hjá þeim, sko. Þarna færið fisk sem að þú veist ekki, hefur aldrei heyrt, sko, nefndan og svona. Öðruvísi hátíð. Já. Herbraðist þetta ekki bara? Og væri nokkuð lengi að tala við, eða? Nei, þetta var náttúrulega, ég vildi ekki kannski smakka þetta sjálf. Ég þú þetta einbyttaður þessu, tónlistin má vera mjög góð og topa þetta. Ef við ekki bara hleypa myndatökumanninum að borðinu líka, Heiðar, viltu ekki koma að fá þér og ef við ekki að segja þessu bara lokið hérna frá Stykkishólmi og ég hvet ykkur til þess að náðu ykkur í tónlistina að starfa og þrír, allt þegar þrír er. Hvernig væri elskan ef allir væru eins? Af sama tassi dræju allir seiminn. Það væri ei til mikils, raunar ei til neins, en umfram annað verið ekki feiminn. Þeir leynast víða elskan sem þýfa þína braut og dóma fella fyrr en margan varði. Því undir fögru skinni gjarnan leynist þyngsta þraut og hamingjan á fésið þeirr farði.